Lárus, þrír leikir búnir á Norðurlandamótinu hér í Sötu Talía. Hvernig er svona tilfinningin eftir þessa fyrstu 3 leiki? Hún er bara allt í lagi sko. Mér finnst svona sumt af því sem við erum búin að vera að fara yfir búið síðast inn. Við erum búin að pröfa alla strákarna í svona mismunandi bara aðstæðum og búin að pröfa svona ólíka róteringar og svona erum bara svona að sjá hvar og hverjir passa saman. Og erum bara svona að halda áfram að vinna í okkar. Þú veist, svona strákarnir bregðast eða bara mjög vel við því sem við erum að fara yfir. Þú veist, við erum ekkert búin að vera með eitthvað langan undirbúning fyrir þetta mót. Þannig að þetta er bara svona, já, bara svona æfingaleikir fyrir okkur. Já. Og við ætlum bara að halda áfram að reyna að verða betri, sko. Og það eins og þú talar æfingamót og viljið sjá einhvers konar þróun á liðinu á þessu móti. Hvað er svona helsta sem þú ert að sjá sem er að batna hjá okkur með hvernig leik? Þú veist, þetta er bara svona einhver smá atriði skilur, einhver svona hvar menn eiga að kötta þegar boltinn er á ákveðnum stöðum, hvernig við viljum spila varnarleikinn okkar. Við erum bara að reyna að þróa hann, sjá svona styrkleikana og veikleikana hjá leikmönnum. Maður sér það ekkert almennilega fyrir það er svona live. Hvernig við getum lokað leiðum á hinliðin, hvernig við getum nýtt stóru mennin okkar og litlu mennin okkar. Hvort við eigum að skipta á öllum eða hvort við eigum að láta einhver að fara yfir eitthvað svona. Þetta eru bara svona smá atriði sem að þú veist, já, vonandi verður bara þéttir á morgun á móti Finnum. Það verður svona gaman að sjá það sko. Við erum alveg búin að fá núna 3 leiki þar sem að það er allir búin að vera að fá að spreyta sig. Og mér finnst allir búin að eiga svona, það er allir búin að eiga sín moment. En þú veist, en liðið allt ekki saman sko. Þannig að það verður gaman að sjá það á móti Finnum. Þið þjálfarar, þið horfa ofta á frammistöðurinn, ekki alltaf niðurstöðurnar. Frammistöðurnar hafa kannski ekki verið svona heilt yfir, ekkert agalegar, þó að niðurstaðan hafi verið tap í öll 3 skiptin. Er ekki rétt með þeim? Alls ekki sko. Við keppa á móti bara góðum þjóðum sko. Ég meina Eistar eru eina B-þjóðin hérna, ásamt okkur, eða það eru við Eistar og Norðmenn sem eru B-þjóðir, svo hinar eru A-þjóðir. Þannig að þú veist, ég meina við hefum alveg getað unnið Svía og Dani sko. En það skiptir ekkert máli í stóru myndinni. Við erum bara að undirbúa okkur undir fyrsta leik á EM sko. Fengum frídag í dag, hversu mikilvægt er það fyrir liðið sem er búið að spila 3 daga í röð? Við erum búin að rúlla vel á öllu leikmönnum okkar sko. Mér finnst bara strákarnir vera nokkuð ferskir sko. Þetta eru ungir strákar. Ég veit ekki hvort það þurfa einhvern frídag sko. Nei. En fínt fyrir okkur þjálfarann. Finnarnir á morgun og svo Noregur í loka leik. Við viljum vantilega loka svo, allavega einhverju sigrum, eða ekki? Það væri mjög gaman, bara svona fyrir sálartetrið. En ég meina ef ekki að mæla sigrana í því bara hvort þau verður betri eða ekki sko. Mér finnst Finnarnir að vera með langsterkasta liðið sko. Þannig að það verður alveg... Eru taplausir ekki? Já, þeir eru taplausir og svona ég held að þeir eru alveg með góða aðþjóð. Og sem er eiginlega bara frábært fyrir okkur að fá að spreyta okkur á móti þeim sko. Við verðum ekki betri en við spilum á móti betri þjóðum. Kærar þakkir Lárus, gangi ykkur vel á morgun. Takk.